Ja, Guðmundur, á parinu á fyrsta hring á loka úrtökumótinu fyrir Evrumótarana. Ertu ekki bara temmilega sáttur með þetta? Svona, það var bara mjög average. Hefði kannski mátt setja eitthvað meira ofan í og svoleiðis, en þetta hefði alveg getað verið verra líka. Hvað var það svona besta í þínu leik í dag, svona heilt yfir? Ábyggilega hraðinn á púttunum. Ég var eiginlega aldrei nálægt því að þrípúta það neitt svoleiðis. Það var mjög fínt, þú veist, og ég held ég að hitt slátt að grínum. Ég bara kom mér ekki alveg nógu nálægt og setti vol lítið af svona milli löngu pútum í. Já, þú fékkst 3 fugla á hringnum, ef ég er ekki að rugla. Jú. Já. Og hefðir, eins og þú segir, hefðir alveg getað sett einhver pútt í hana, allavega sem ég sá að þeirra hringnum? Já, það var svona hana á þessum síðustu 3, maður hefði viljað sjá 3 börnir þar. Síðan var þetta smá svona hark hana miðasendinni. Varst með Andra Þór í Holli í dag, búinn að æfa með honum frá því að voru litlir. Hvernig var að vera með félaga sínum á svona stóru sviði? Það var bara fínt, þú veist. Maður bara spila golf, þú veist, þannig að ekkert eitthvað að pæla í því að einhver draumur hjá okkur hafi verið að rætast, sko. Nei, enda nógu eftir, en hlýtur nú samt að hafi verið gaman að vera með, eins og ég segi, félaginu sem er búinn að æfa með frá því að voru litlir. Já, mjög gaman og alltaf svona ákveðið afrek í golfsögunni væntanlega, þessi tveir saman í Holli á þessu stigi, en ég meina, maður hugsa alltaf bara sjálf á sig og er að bara fara út að gera sitt besta, þannig að maður er ekkert mikið að velta sér upp úr því. Spiluðu í dag á Hillsvellinum og eru svo að fara á Lakes á morgun. Hvað myndirðu segja að væri svona helsti munurinn á þessum völlum? Fær svona meira af það sem átt skilið á Lakes. Hills er dálítið svona funky völlur. Það getur slegið, það er þarna 5 hólur sem þú getur fengið ígul á, þannig séð. Hérna er þetta meira svona straight forward, bara allir að slá svipað kilur að teg og mikið af vetsum og svoleiðis. Herðu, glæsilegt. Takk hérlega fyrir.